Þið eruð að horfa á föstudagsþáttinn og við höldum ótrauð áfram og næst ætlum við að fjalla nýja vörulínu, rabarbaralínu að norðan. Og hingað er komin Ragna Erlingsdóttir, leikskólakennar og frumkvöðl. Vertu velkomin í þáttinn. Já, takk fyrir. Rabarbari, náttúrulegt að norðan. Hvernig kom það til að þú fórst að framleiða úr rabarbara? Þetta var nú eiginlega bara svona tilviljun. Já. Má eiginlega segja. Ég er búin að starfa lengi í leikskóla og lenti svo í veikindum, þannig að þá var ég leikskólastjóri og fann það þegar ég var að fara að byrja aftur og ég einhvern veginn var ekki alveg með sama neistan, þannig ég ákvað bara að segja upp og ná mér á strik. En ég er ekkert lengi atvinnulaus, þannig ég þurfti að finna mér eitthvað. Þannig að ég sá svo fyrir tilviljun að það var verið að bjóða upp á námskeið hjá Brautargengi. Það er fyrir konur sem hyggja á atvinnurekstur. Já. Hérna á Akureyri og ég sló til og fór, en ég var svo sem ekki með ekki neitt alveg sérstætt í huga, en ég hafði þó heyrt í einhverjum fjölmiðli að það væri keypt alveg ótrúlega mikið inn af rabarbara. Já. Og það væri bara, mér minnir eitthvað 60–70% af neyslu okkar Íslendinga er innfluttur rabarbari. Þannig að mér fannst það mjög skrítið og alveg fráleitt. Já. Af því að rabarbarinn er náttúrulega bara nærri því heim við hvern sveitabæ. Já, já. Og náttúrulega í þéttbýli líka eitthvað, en það er til nóg af honum og hann er auðræktanlegur. Já. Þarf ekkert að hafa fyrir því að ná sér í rabarbara. Nei. Og þá datt mér í hug hvort ég ætti að prófa að taka rabarbarann fyrir á þessu námskeiði. Og þannig byrjaði þetta bara. Ég byrjaði fyrst með saftina. Já. Og vissi svo sem ekkert hvert þetta myndi leiða mig. Nei, og nú er þetta bara orðin heil vörulína. Já. Og gerðist það bara svona smám saman að þú bættir við og þróaðir fleiri vörutegundir? Já, það eiginlega gerðist þannig vegna þess að ég byrjaði með saftina og kom henni svolítið á framfæri. Og svo seldi ég allt mikið af ferskum rabarbara. Já. Þarna 2017-18 og það gekk vel í bakari og svona og bara líka á veitingastæði. Og þá fór ég að gera bara þessa gamaldags rabarbarasultu og gera rabarbarahlaup. Já. Rabarbarahlaup með bláberjum. Já, og þú meira að segja með svona rabarbara chutney hérna. Já. Og það er nýjasta, er það ekki? Jú, það er eiginlega nýjasta varan og hún hefur bara selst mjög vel og bara hefur verið vinsæl. Hún er góð með ostum og í matagerð. Svo er ég líka þarna með rabarbara desert sem ég kalla. Já. Það er svona ekta gamaldags og það eru rabarbara hóvar eða rætur, hvað menn kalla það, og sveskjur sem maður síður niður í sykurlegi og ber fram með þeyttum rjóma. Það er svoleiðis. Og þetta var þegar ég var að alast upp, þá var þetta bara svona hátíðismatur. Já. Á sunnudögum. Eftirréttur. Þetta á sér langa sögu. Þetta er náttúrulega, og þú er bara búin að reiða fram hérna glæsilegt svona veislu hlaðborð hérna eiginlega. Verður maður ekki að gera svo frægur að smakka? Jú, alveg endilega, gjöru svo vel. Mælirðu með einhverja ákveðinni samsetningu? Hérna er nú ostur, sko. Já, ostur og svo getur þú fengið þér bláberja hlauphófan á. Já. Það er hérna einhvers staðar. Prófum það. Já. Og þetta eru svo glæsilegar umbúðir líka. Segðu mér frá þeim. Hérna. Já, ég náttúrulega, eins og það er nú skrítið þegar maður er nú að reyna að nýta svona og ekki kaupa allt. Þá þarf maður að kaupa vottaðar krukkur. Þó sé til fullt af krukkum sem að leynast hér og þar og öllum heimilum. En ég þarf að kaupa vottaðar krukkur og svo lét ég gera þetta logo. Og svo heppin að hitta á yndislega konu sem er grafískur hönnur sem við bjúkum þetta til saman. Já, þetta er alveg sérstaklega stílhreint og fallegt og þetta er ofboðslega gott. Já, takk fyrir það. Bláberinn og rabarbarinn eru greinilega eiga vel saman. Já. Svakalega hrósa hvort öðru mjög vel. Já, það kemur vel saman. Já. Maður þarf bara að geta tínt. Já. Bláber, eða ber á haustin. Og svo er þetta er
þessi hefðbundna rabarbara sulta, er það ekki? Jú, bara svona gamaldags rabarbarssulta. Já, ég nú meira þess að heyrt fólk sem tekur svoleiðis með sér til útlanda, sko, getur ekki hugsað sér að vera án rabarbara sultunar Nei, lengi, nei, þó það er ekki nema nokkra daga. Og svo er rabarbara hlaup, einmitt, Án bláberja. Án bláberja. já, Já. Og svo er tjötnið já, hérna. þú verður að smakka það. Já, er það ekki? Verði ég ekki að gera svo frægur Jú. líka? Það er svona, einmitt, kryddaðra. Já, það er svona meira í því. En Akkúrat. hinar náttúrulega uppskriftirnar er bara, svolítið bara gamaldags uppskriftir sem að ég ólst upp við líka. Einmitt. Og þú þróar þetta út frá þessum gömlu uppskriftum. Já, auðvitað náttúrulega breytir maður reynir að minnka sykurmagnið og svona. Og eins og með rabarbarasaftina, það er eins lítið og ég kemst upp með. En það er náttúrulega fylgir súranum að maður þarf að nota sykur. Já. Þetta er svakalega gott. Allt öðru vísi. Já, þetta er allt öðruvísi. En Já, virkilega skemmtilegt. það er mjög gott með útímaþagerð og svona með ostum líka. Já, einmitt. Jafn gott með ostum og ég get að hugsa mér, þetta er bara eins og svona tjötni, myndi nýtast í alls konar matagerð. Já, það er margir hérna sem að trúa svona þegar maður hefur verið að bjóða svona kannski að markaðið einhvers staðar bara tjötni úr rabarbara, já, að því að það er nú svona meira mangó og Já, svona já. allavega einhverja aðrar gerðir, en hérna ég prófaði með rabarbara og hérna það kemur yfirleitt fólki á óvart. Einmitt, já, ég er ekki til þess að ég hef aldrei heyrt þetta fyrir Nei. núna. Og svo er það saftinn. Já, Nú að byrja allt með henni, ég verð nú að smakka hana líka. já, Í þessu fína kampaðinsglasi. Já. Svakalega góð. Og hvar fær fólk þessar vörur? Svona, ég veist að það er margir sem sitja heima núna og spyrja sig hvar þeir getur nálgast þetta. Hvernig eiga þeir að bera sig að því? já, það er svo sem hægt bara að hafa samband við mig, beint. Svo er ég með þessar vörur líka í hérna Gott og blessað í Hafnarfirði, það er ný vefverslun Já. og það er líka reyndar verslun bara sem hættir að koma og kaupa frá smáframleiðendum Já. og mikið vörúrál og bara mjög gaman að koma þangað. Og þar hérna eru þessar vörur og svo bara vonandi kemst ég í Krónuna núna, bara næstu 6 vikur. Það er verið að bjóða smáframleiðendum að koma í Krónuna og það kallast matarbúr og þá er verið að kynna svona vörur. Bæði er það hérna kæli og frystivara og þurrvara og þetta er haft bara svona á einhverjum sérstökum stað í Krónunni, Já. þar sem að fólk getur komið og Einmitt. prófað. Og finnur fólk þig bara og vörurnar á samfélagsmiðlum eins og Facebook eða? Já, ég er með síðu á Facebook sem heitir rabarbari Já. og svo er ég með Instagram síðu líka. Já. Þannig að það er bendum fólki eindreið sem vill fá að smakka því. Þetta er alveg óbáslega gott og fjölbreytt og skemmtilegt. Já, svo veit maður ekkert hvað maður fer í næst. Nei. Kannski fer ég bara í eitthvað miklu hotlara og ég hef alveg svona hugmynd í kollinum Já. sem er ekki tengt rabarbara en Nei. er svona hotlustuvara. Frábært. Við hlökkum mikið til að fylgjast með því. Það veit engin hvort að það verður eða Já, engin veit. Það byrjar allt með hugmyndin. Það byrjar með hugmynd. Já, það er aldeilis þannig. Bara þakka kærlega fyrir að koma í þáttinn og segja okkur frá þessu og Já. gangi þér vel. Takk kærlega fyrir.